Komið sæl og verið velkomin á málstofu viðskiptadeildar Háskólans á Akureyri. Ég heiti Grétar Eyþórsson og er deildarforseti deildarinnar. Í dag erum við með fyrirlesara sem að reyndar nú okkar maður, þrátt fyrir að hann sé að sýna okkur hérna fasteignirnar á Bifröst hérna framan á. Hann starfar það líka og einnig hjá Sambandi sveitarfélaga á Vesturlandi, Vífill Karlsson, dósent við Háskólann á Akureyri og prófessor á Bifröst. Hann ætlar að flytja hér erindi sem heitir þjónusta sveitarfélaga, gæði hennar og stærð þeirra. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Já, ég ætla að freistast til þess að segja jafnvel frá 2 og ef til vill 3 rannsóknum. Það fyrir svona svolítið eftir í hvað tíminn nær, hvaða tíma hef ég þetta fyrir þess? Bara 12:40 ykkur leys. 12:30. 12:30-40 ykkur leys, já. Bara færri spurningar. Já. En ég ætla að setja í forgang þarna þjónustan betri í stærri sveitafélögum en þeim minni og þá með fókusinn á stærri sveitafélög landsins og það sem ég á við með því eru sveitafélög sem hafa fleiri en 1000 íbúa. Nú síðan ætla ég að ráðast á aftur, ég nú þessa spurningu hvort það sé í rauninni stærðarhagkvæmni í rekstri sveitafélaga. Það í rauninni frumforsendan fyrir því að það sé einhverja betri þjónustu að sækja í stærri sveitafélögum, að það sé undirliggjandi svokölluð stærðarhagkvæmni sem þýðir það að meðalkostnaður eða kostnaður á íbúa í að veita tiltekna þjónustu er lægri í fjölmennari sveitafélögum en fámennari. Og ástæðan fyrir ég að gera þetta núna við eigum orðið betri gögn heldur en þegar ég gerði þetta síðast í kringum 2010 og áhugaverðar niðurstöður. Nú, tilefnið þessarar rannsóknar á þjónustu sveitafélaga var í rauninni önnur. Kannski fyrst og fremst þessi stöðu og áleitna umræðu sameiningu sveitafélaga. Og það hefur stundum verið erfitt að sýna fram á það með reynslu eða sögulegum gögnum að það skili sér til íbúana. Ég var eða hafði lokið rannsókn á allra minnstu sveitafélögum þess efnis sem þetta skoða í rauninni hvort að hrein dreifbýlis sveitafélög, hvort að væri munur á gæðum þjónustunar eftir hreinum dreifbýlis sveitafélögum eða í dreifbýli blandaðra sveitafélaga. Og með blönduðum sveitafélögum á ég við sveitafélög þar sem bæði dreifbýli og þéttbýli að ræða. Og ástæðan fyrir þessu svo að við vildum skoða þetta sérstaklega vegna þess að oftar en ekki þá falla sameiningar á afstöðu minnsta sveitafélagsins og gjarnan skeptisminn mestur í hreinum dreifbýlis sveitafélögum, fámennum sveitafélögum þar sem eingöngu dreifbýli. Þar virðist hræðslan við að missa þjónustu frá sér vera það mikil að menn hafa oftar en ekki hafnað sameiningartillögum og þess vegna langaði okkur að finna bara vísbendingar fyrir því hvort að dreifbýlið sé ánægðara í sambýli við stærra þéttbýli eða eitt og sér. Og síðan þegar ég var búinn að vinna þessar rannsóknar þá fannst mér einhvern veginn, ég verði þá að skoða þetta fyrir stærri sveitafélögum líka og þá var til þessi stúdía. Þess að getur verið munur á þjónustunni til dæmis í
við styðum okkur við Eyjafjörð, er til dæmis betri þjónusta inn á Akureyri heldur en í Fjallabyggð, sem dæmi, og þá fókus það eingöngu á þjónustu sveitarfélagsins. Og kannski munur á til dæmis sveitarfélaginu Fjallabyggð og svo aftur sveitarfélaginu Skagafjörður. Og já, það eru ýmis rök fyrir Nei, nefnilega ekki. Sorry, ég fatt það ekki. Sameiningum. Það einhver með ekki á mute. Já, þetta alltaf. Ef við komum til að setja bara mute. Það eru auðvitað lýðræðisleg rök sem að félagið mín Grétar Eyþórsson hefur mikið stúderað út frá sínu fagi varðandi sameiningar, hvort að kosningaþátttaka hvort að fjari undan henni við sameiningar eða hvort hún eflist, nálægði kjörina fulltrúa, afsal og þjónustu og ýmislegt sem að kemur þar inn, en svo þessi hagfræðileg rök sem að sem tengjast á þessari stærðarhagkvæmni, væri hægt að bæta þjónustu það sem að ef að íbúum fjölgar þá yfirleitt hækka tekjur sveitarfélagsins nokkuð línulega, en ef að kostnaðurinn hins vegar að lækka hlutfallslega við fjölgun íbúa, þá ætti að vera einhvern veginn hægt að annaðhvort að bæta þjónustuna eða lækka skatta eða þjónustugjöld á móti, þannig að íbúarnir koma betur út eftir sameiningu. Já, og það sem við vorum að skoða að við ákváðum að skoða við 13 mismunandi þætti sem að fjallað hefur verið í stórri skoðanakönnun, og það þjónustu við aldraða, það svona ásýnd bæja og sveita, dvalarheimili, þó að það sé í rauninni kannski einhver þjónusta sem að sveitafélagin hafi í rauninni rekið í praxis, þó að ríkið eigi í sjálfu sér að fjármagna það að fullu leyti. Þá var sá þáttur tekið með, þjónusta við fatlaða, þjónusta við fólk í fjárhagsvanda, grunnskólinn, þjónusta við innflytjendur, íþróttur og æskulýðsmál, leikskóla þjónusta, skipulagsmál, sorpmál, tónlistarskóli og unglingastarf. Þetta voru svona þeir 3 þættir sem við einbeittum okkur að. Já, líkanið sem ég notaði var svokallaða raðkvarðalíkan innan atkvæðagreiningar aðferðarinnar, og háðubreyturnar tóku þá mið af þessum 13 mismunandi þáttum, en skýristærðirnar voru þarna til hægri, og lykilskýristærðirnar eru þetta fjöldi íbúa í viðkomandi sveitarfélagi, og ef að sá þáttur er jákvæður og hækkandi, að þá getum við sagt að greiningin bendir til að þjónustan sé betri í fjölmennari sveitarfélögum en fámennari. En síðan var leiðrétt fyrir líka kyn og aldur og uppruna þáttakanda, hvort að fólk bjó eitt, var með börn á heimili, bjó í dreifbýli, menntunarstig þáttakanda var líka tekið inn, og svo hvort að á hvaða ári könnunin var lögð fyrir, og svona verið að skoða það því 2020 var svolítið óvenjulegt ár, eins og við þekkjum. Og sem sagt, gögnin að baki þessu eru þá íbúakannanir sem hafa verið lagðar fyrir 2016, 17 og svo 2020, þar sem tæplega 17.000 tóku þátt samtals, en svona cirka 14.000 svör nýttust, sem voru þá í rauninni þáttakendur í þessum fjölmennari sveitarfélögum. Háðubreyturnar byggja þá á spurningunni hvert álitið á stöðu eftirfarandi þátta málaflokka í þínu sveitarfélagi, og síðan komu einhverju 40 mismunandi þættir, en eingöngu þessir 13 voru prófaðir, og þeir svona tengjast best þjónustu sveitafélagana. Og svo gátu menn, var þetta svona 5 kvarði, þar sem menn gátu farið frá í að vera gefa einhverjuna mjög gott eða nokkuð gott,
hvorki gott né slæmt, en nokkuð slæmt og svo mjög slæmt. Þannig það var svona, þannig upp var Háðabreytan byggð upp. Já, það sem ég gerði var að taka fyrst öll sveitafélög sem að höfðu náð 1000 íbúum, síðan ákvað ég að henda Reykjavík í burtu af því að Reykjavík að mörgu leyti svo sérstök að hún kann að í stærð náttúrulega, að hún kann að skekkja svona líkön, en síðan bætti ég 2 óháðum breytum til viðbótar við lokalíkanið og það var fjöldi kjarna eða þjónustu kjarna í viðkomandi sveitafélögum og svo víðfeðmi þeirra eða semst stærð þá í ferkílómetrum talið. Þegar að gera langa sögu stutta svo við séum ekki að velta okkur upp úr allt og tæknilegum hlutum að þá, þetta eru semst 13 þættirnir og blá píla þýðir að það sé, að það mælist semst betri þjónusta í viðkomandi þætti eftir því sem íbúum fjölgar meðal sveitafélaga sem eru hafa 1000 íbúa og fleiri. Og þið sjáið að tala fyrir framan töluna sem í sviga, getur við sagt, þetta svo kallar odds ratio sem líkinda hlutfall, við þýðum þetta rétt. Og þið sjáið að hún langstæðst fyrir framan íþróttir, þetta íþróttir og æskulistarf. Hún 1,41. Og það þýðir að sem sagt eftir því að sem sagt hún sem sagt við græðum eiginlega mest á því að flytja, ef við flytjum úr fámennu sveitafélagi í fjölmennt, þá græðum við mest á þessum þætti. Það sem sagt langmest að sækja þar varðandi fjölmenni. Næst á eftir sennilega talan 1,25 varðandi unglingastarf. Það þá næst næmasta þjónustan fyrir fjölmenni, getum við sagt. Og svo sjáið þið að aðri þættir eru svona lægri. Það 1,13 þjónusta við fatlaða, sennilega 3. í röðinni og svo 1,09 það tónlistarskóli, hann sé ekki 4. í röðinni en af þeim sem mælast næmir fyrir stærð með jákvæðum hætti. Hins vegar eru þarna 1, 2, 3, 4, 5 þættir sem þar sem þessu öfugt farið. Að þeir versna eftir því með fjölmenni og það eru þættirnir þjónustu við aldraða, ásýnd, þjónustu við fólk í fjárhagsvanda, þjónustu við innflytjendur og svo skipulagsmál sem kom mér töluvert óvart. Næsta sem ég gerði var að ég fjallaði Reykjavík út úr safninu og þá breytist þetta svolítið. Þá jókst þessi svokallaða ávinningur við stærð. Það eins og Reykjavík drægi niður möguleika á stærðarhagkvæmni. Einhverju leyti getum við sagt að Reykjavík, þetta kannski einhverju leyti vísbending fyrir því að Reykjavík sé orðin og stór að einhverju leyti. Og það þýðir eins og ekki endilega að Reykjavík sé með lakari þjónustu heldur en hinn sveitafélagin í viðkomandi á viðkomandi þáttum. Heldur hækkar hún ekki eins mikið eins og módelið segir til að hún ætti að gera miðað við þann fjölda sem þeir hafa. Þannig að það þá eingöngu þjónusta við fólk í fjárhagsvanda og skipulagsmál sem ennþá eru þannig að þetta virðist versna eftir því sem fólki fjölgar. Hérna skoða ég bara aðalega rauðu pílurnar eru þarna þar sem að sannarlega Reykjavík dregur niður módelið í heild og það gerir það í öllum tilvikum nema þarna þjónusta við fólk í fjárhagsvanda, skipulagsmál og unglingastarf. Nú, næst
ákvað ég að bæta inn sem sagt þá fjölda þjónustukjarna og víðfeðmi við öll sveitafélög og Reykjavík, þetta eru niðurstöðurnar það sem Reykjavík með og þarna var nú svona, virtist nú þá draga svolítið úr þessum jákvæðu áhrifum fjölmennis á þjónustustig. En þegar Reykjavík var aftur hent út eins og fyrr, þá vorum við eiginlega komin í nánast sömu niðurstöðu með þetta. Og þarna til dæmis sjáum við að við sjáum til dæmis að, já, þannig að það eru í rauninni eingöngu þá 3 þættir sem að sýna neikvæða þróun með fjölmenni, sem eru þá þjónusta við aldraða, þjónusta við fólk í fjárhagsvanda og svo sorpmál. Hvað sem kann nú að skýra það, en ég tek samt fram að þessari rannsókn ekki lokið, hún á vinnslustigi, nánast á frumstigi, jafnvel þó ég sé komið þessa niðurstöður, þannig að þetta kann ennþá að breytast. Já, þetta var þjónustuna og þá langar mig að segja ykkur frá annar rannsókn sem líka langt, já, hún í vinnslu en langt komin og það hvort að það sé stærðarhagkvæmni í rekstri sveitarfélaga. Og þarna byggi ég ekki á skoðanakannanagögnum eingöngu, heldur ég með í rauninni bara bókhaldssveitarfélaga, gögn sem að Samband íslenskra sveitarfélaga tekur saman á hverju ári og ég með tölur yfir öll sveitarfélög frá 2004 til 2020. Þannig að þetta stórt gagnasett og til að gera langa sögustutt að þá mælist stærðarhagkvæmni í 8 til 9 málaflokkum af 12 sem í rauninni mjög góð útkoma. Þegar ég reyndi þetta 2010 þá voru þetta bara 5 málaflokkar á 12 sem að sýndu báru vitni stærðarhagkvæmni en það var miklu þrengra og ónákvæmara gagnasett sem það byggði á. Þessi málaflokkar eru í sem sagt, já, nú þetta kannski fyrir einhverja svolítið kínverska en sem sagt, það sem ég horfi til aðalega línan börn eða íbúar og ef að sem sagt talan stjörnumert aftan við þá hún marktæk og þegar eru 3 stjörnur þá hún mjög marktæk og ef hún mínus þá það merki stærðarhagkvæmni. Það að segja að meðalkostnaður lækkar marktækt við fjölgun íbúa eða barna við komum til sveitarfélögum og við sjáum til dæmis að málaflokkurinn fræðslumál og félagsþjónusta og æskulýðs- og íþróttamál mjög næmur fyrir fjölda barna í viðkomandi sveitarfélögum en ekki eins næmur fyrir fjölda íbúa. Þannig að það sitthvað. En hvort ekki bendi til að stærðarhagkvæmni sé að ræða, en félagsþjónustan reyndar eini málaflokkurinn þar sem þetta snýr öfugt, þar að segja að það stærðar óhagræði af þar að segja félagsþjónustan þyngri, meðalkostnaður á íbúa þyngri heldur en í fjölmennari sveitarfélögum heldur en fámennari. Þannig að það svo sem þekkt í hvað það varðar og hefur til dæmis verið hluti af málflutningi Reykjavíkurborgar að fá framlag í jöfnunarsjóð sveitarfélaga þar sem að þeir hafa miklum skyldum að gegna hvað það snertir. Nú, það sem ég gerði því sjáið að ég líka með svona feit alveg neðstu 2 línurnar, þar eru íbúar og börn aftur en það feitletrað og það í rauninni sérstakt test sem ég gerði fyrir sveitarfélög sem
voru með 1000 íbúa og fleiri, eingöngu. En í efstu 2 línunum þar eru öll sveitarfélög undir. Og þið sjáið að marktæknin eykst verulega við það. Og það eru margar skýringar á því sem að valda því að svona fámennustu sveitarfélögin einhvern veginn út allt. Þú getur verið með fámennt sveitarfélag sem í flútti við svona meginreglu svona líkans, og svo annað sem það bara alls ekki, og það getur verið til dæmis ein stór virkjun eða eitthvað í viðkomandi sveitarfélagi sem veldur því að menn hafa ákveðið að gera einhverja hluti sem engin annar í viðkomandi stærð ræður við að gera, og þar af leiðandi verður útkoman svo ólík eftir því. Nú, hérna ég með svo menningarmál, umhverfismál og umferðarmál, og við sjáum að menningarmálin, umhverfismálin og brunamálin njóta stærðarhagkvæmni, og það á líka við, og sú marktækni hún eykst verulega við að fara að fókusera bara eingöngu á 1000 íbúa sveitarfélög og fjölmennari. Það svona í rauninni megin þemaði í gegnum þetta, og svo erum við með skipulagsmál, atvinnumál, hreinlætismál og heilbrigðismál, og það eru skipulagsmál, hreinlætismál og heilbrigðismál sem að njóta stærðarhagkvæmni, atvinnumál síður, og þannig það eru þessir í rauninni þættir sem eru þarna með stærðarhagkvæmni. Það eru fræðslumálin, æskulýðsmálin og íþróttamálin, sameiginlegur kostnaður sem auðvitað bæjarskrifstofan og annað sem þarf að halda utan alla þræði rekstur sveitarfélagsins, og svo það menningarmálin, umhverfismálin, brunamálin, skipulagsmál, hreinlætismál og heilbrigðismál. En þegar maður fer síðan að velta fyrir sig möguleikunum á að innleysa einhverja krónur og aura fyrir sveitarstjórnarstigið á grundvelli þessara stærðarhagkvæmni, þá þetta skiptir verulegu máli að velta því fyrir sig hversu þungir eru þessir málaflokkar í rekstri sveitarfélaga, og ef við skoðum það fyrst, þá sjáum við að ef við tökum öll sveitarfélög saman í eina púlju, að þá eru 46% af öllum útgjöldum sveitarfélaga að fara til fræðslu uppeldismála. Félagsþjónustan í kringum 20%, æskulýðs og íþróttamál 11%, og svo sameiginlegur kostnaður. Aðrir flokkar eru miklu lægri. Þannig að til þess að reyna að átta sig á því hvað í rauninni, hvar eru sóknarfærin, í hvaða málaflokkum eru raunveruleg sóknarfæri við sameiningar, ef við ná að innleysa þá þennan ávinning sem að stærðarhagkvæmnin gefur tilefni til. Því það reynir auðvitað á stjórnunarfærni og svona pólitískan vilja sveitarstjórna á hverjum tíma töluvert miklu. Þannig að þá þarf að margfalda þessa stuðla sem koma detta út úr þessari mælingu hér, ofan á þetta vægi hér, og þá fáum við í rauninni þessa niðurstöðu. Og þá sjáum við að sóknarfærin eru langmest í fræðslu og uppeldismálum, þessu skólamálum, og svo sameiginlegum kostnaði, og eftir koma menningarmál og æskulýðsmál, og svo miklu minna annars staðar að eitthvað að græða. Þetta held ég að sé ágætur punktur til að stoppa og bjóða heldur upp á spurningar. En takk fyrir í bili. Þetta? Úps. Já, einhverju spurningar, já. Það ekki? Er það ekki gert?
Já, halló, takk fyrir þetta. Ég var að velta fyrir mér með stærra hagkvæmnina og kostnaðinn með þær tölur þar sem að var niðurstöður. Já, tókstu Reykjavík eitthvað út úr þessum gögnum? Af því eins með félagsþjónustuna, fannst mér þetta mjög áhugavert en ef við talum rétt hjá þér að þessu umræða varandi þyngdina hjá Reykjavík er mikil, en heilt yfir, þú veist, ef þú ert með minni sveitafélag á Íslandi, hvort það væri stærra hagkvæmni að einhverju leyti, samt ef maður tekur Reykjavík út fyrir sviga í þessu þætti. Já. Heyrðu, ég er vanur að gera það, ég man ekki hvort ég akkurat í þessari keislu, en þetta er eitthvað sem ég þarf að gera, það er alveg rétt. Og ég hef gert það, sko, þegar ég gerði þetta áður, þá var ég með á Reykjavíkur. En hins vegar ég var búinn að skoða það, en ég man ekki hvort að þessa tölu voru nákvæmlega þar, en allavega varandi félagsþjónustuna, það er sama hvort ég held Reykjavíkinni eða ekki, stuðlinn er samt svona. Já, ok. Já. Þannig að, já, og stiltur. Hæ. Já, takk fyrir þetta og áhugaverðan niðurstöður. Hefurðu keyrt félagsþjónustuna án málefna fatlaðra? Af því að nú það þannig að Reykjavík og Akureyri eru sko langhæst þegar kemur að kostnað per íbúa varðandi þjónustu við fatlað fólk. Já. Og þú veist, ég held að það gæti skekkt niðurstöðunar dálítið. Ef að við myndum taka bara þann málflokk út, þá held ég að við gætum séð kannski einhverja aðeins öðruvísi niðurstöð. Já. Af því að Kópavogur eru til dæmis ekki með jafn mikla þjónustu og til dæmis Hafnarfjörður. Og Kópavogur töluvert stærra sveitafélag heldur en Hafnarfjörður. Já. Þannig að ég held að það gæti verið allavega mjög áhugavert að sjá það hvernig það liti út. Já, þetta er góð punktur. Ég hef ekki gert það og var ekki einu sinni að hann að láta mig detta í hug, en þetta er góð punktur. Prófa það. Fleiri spurningar? Já, sæl, og takk fyrir þetta. Þetta er mjög áhugavert og sérstaklega félagsþjónustan og skipulagsmál sé að koma einhvern veginn verið út í stærri sveitafélögum sem er svona sérkennlegt að maður veltir fyrir sér er verið að taka sko, eru öll sveitafélög að veita félagsþjónustu? Já, sko. Að því að sko, við hefum allavega svona tilfinningu fyrir því að félagsþjónusta sé veitt frekar í stærri sveitafélögum. Já. Og það sé jafnvel sko, fólk sem þarf á svoleiðis slíkur þjónustu að halda, þeir flytji í stærri sveitafélög og það sé bara ekki verið að veita félagsþjónustu í mjög litlum sveitafélögum. Já, sko, það varandi þessa... Já, það reyndar líka svo gerði samningar við stærri sveitafélög þjónustu. Já. Þannig að þetta er svona pínu, sko, að horfa bara á þessa tölur, að það svona að gefa einhvern veginn, finnst mér pínu skakka mynd á því hvernig við raunveruleikin er. Við búum bara í þannig samfélagi að bæði málaflokkur fatlaðra og félagsþjónustan, við erum að veita þá þjónustum meira og minna í stærri sveitafélögum. Já, það er rétt. Sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrir það fyrsta að þú ert væntanlega vísi í þessa spurningakönnun. Þarna. Og sko, það eru nokkrir þættir sem að tengjast félagsþjónustunni og þeir eru ekki allir að koma illa út. Þú sér það fatlaðir þjónusta við fatlaða kemur betur út. Það er Já, fjárhagsvandinn kemur þarna verð út. Já, fjárhagsvandinn og þjónusta við aldraða kemur verð út. Það er rétt, en það já, akkurat, sko, en svo annað, og það sem ég hef líka velt fyrir mér að, það kann að vera að, sko, það verður, þegar kemur að félagsþjónustum, þá verður, eins og þú segir, það verður ákveðið náttúruval. Þeir sem þurfa mikla þjónustu, þeir flytja sig oft í fjölmennir sveitafélögum í vonum að fá betri þjónustu. En leið þá ertu líka með kröfuharðari einstaklinga þjónustu.
Þannig það er líka annað, þannig að, og en ég skal hafa þetta í huga við frekar úrvinnslu, þessi er á frumstíð, þannig að þetta getur vel átt eftir að breytast. Og svo er ég að fá í nýja sem sagt könnun núna, íbúðakönnun fyrir 2023, hún er bara í gangi akkurat núna og ég mun taka hana inn í líka, sko, áður ég klára þessa stúdíu og það getur verið að COVID-árið sé að trufla þetta, það er svolítið stórt í þessum tölum, það voru miklu fleiri sem tóku þátt 2020 heldur en 2016 og 17, þannig að þannig við skulum bara sjá hvernig þetta, ég kem bara aftur á málstofu og þú verður að mæta. Aðeins að bæta líka við skipulagsmálin, mér finnst það líka áhugavert að það kemur einhvern veginn og ég hefði haldið að þarna er verið að tala um, sko, ég held að ekki þessum tölum heldur Jú, það er nefnilega smá misskilningu það, sko, þegar ég bætti inn kjarna og víðfeðmi, þá komu skipulagsmálin jákvætt út með stærri hjá fjölmennari sveitafélögum en fámennari. Það kom í ljós, sko, að það sem var að bjaga þetta voru fjöldi kjarna, sko. Það virðist grafa undan eða vera erfiðara fyrir þau fjölkjarna sveitafélög að veita góða þjónustu á skipulagssviðinu. Já, sem mætti þá að segja mann að sameining væri ekki af henni góða eða eitthvað. Já, sko, ef hún myndar fjölkjarna sveitafélög, hún þarf ekki alltaf að gera það. En líklega? Líklega ef þetta eru mjög stórt, já. Það er mögulegt, en þú þarft samt að taka alla effektana inn til þess að draga þessa ályktun. En þá ertu líka að skoða bara fjárhagslegan ávinning versus svo ávinning á að skipuleggja stærra svæði. Já, og þú verður líka að skoða, sko, hvað felur sameiningin í sér. Hún felur ekki bara í sér að sveitafélagið verður fjölkjarna, heldur fjölgar íbúum og sá effekt jákvæður, sko. Þannig að þú þarft að skoða nettóáhrifin. Þú ert eiginlega að setja inn breytur fyrir hverja sameiningun annars til þess að fá spágildið út úr þessu líkani. Rétt. Ok, heyrðu, áhugaverðar pælingar, gaman að þessu. Sigurður, til ég að... Takk kærlega fyrir þetta við vill. Mjög áhugavert og gaman og kynast þessu. Ég er svona velta þess fyrir mig bara svona praktísku fyrir að lesa í töflunar hjá þér. Af því að þegar þú taka Reykjavík út fyrir Svega þarna, að þá detta oft út tölur, þannig að maður sér ekki til með sem er ásýnt þarna bara fyrir framan okkur. Já. Hvað þegar þetta er það, hvað þýðir þetta? Það þýðir að það voru ekki marktæk áhrif. Okay. Þá tók ég það og sleppti ég bara gildinu. Okay. En ég tók bara í rauninni marktækastuðla inn. Já. Takk fyrir það. Já. Ok. Þá held ég þetta sé bara einhverjar fleiri spurningar, einhverjar spurningar á netinu, það er nú einhverjir að hlusta, 32, takk fyrir. Við erum með eina spurning á tjattinu kannski. Tjattinu, já. Þetta nú við, já, það er nú góð spurning. Hvað er tjattið hérna maður sjá? Já, hérna. Já, miðað við þessi gögn, hvað ættu sveitafélag á Íslandi að vera mörg? Já, það er $1.000.000 spurningin. Já, ég verði eiginlega bara að fá að, þegar ég er búinn að þessu, að fá að raða inn í þetta spámódel, til að sjá það, sko. Ég er meira að fann að hugsa, sko, þegar ég var að byrja að stúdera sameininga, ég hef búin að skrifa marga greinar um sameininga sveitafélag og hvort það sé einhver ávinningur af því og tengir svona ýmsa niðurstöður en þessar nýjustu eru svona þær sem að ég stóla mest á. Þetta er það vegna þess að bæði hef ég lært helling í aðferðum, eignast betri gögn og margt í þá eru en þegar ég byrjaði
að pæla í þessu, þá hugsaði ég, akkur sameina menn ekki sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Það var svona fyrsta, mér finnst það einhvern veginn liggja, vera svona auðveldasta leiðin til að byrja og mest að græða, en nú ég eiginlega alveg komin í hinn áttina. Ég held að það þyrfti jafnvel að brjóta Reykjavík upp í nokkuð sveitafélag og ég held að Reykjavík sé orðin stór. En það dönsk rannsókn sem ég sá, þar voru menn að því að þessi spurning liggur hérna á skjánum, og hún benti til þess að optimal stærð sveitafélags væri í kringum 20-30.000 íbúar, og sjáum við að Reykjavík er komið langt yfir. Þannig að Akureyri super trooper Cooper stærðin sko. Hún ideal stærð með þessa dönsku. En ég ekki alveg komið þangað fyrir Ísland, en kannski kennst ég einhvern tíma. Ok, heyrðu, annars þakka ég bara fyrir komuna. Þetta var bara mikið að græða þessum spurningum frá ykkur, fannst mér. Takk fyrir.